Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í kirkjun okkar í Ingólfsstræti í dag. Og að því ég hef ekki verið hér á þessu nýja árið þá langar mig að óska ykkur öllum gleðilegs árs og þakka fyrir samvistir liðna ársins. Þó þær hafi nú verið rafrænar, þá erum við afskaplega þakklátt fyrir að vita af ykkur þarna úti. Ég ætla að lesa ritningatextan sem tilheyrir lektíunni og hann er tekinn frá Jesaja 7. kafla og 9. vers. Standist trúiðar ekki, standist þér alls ekki. Við skulum biðja. Já, kærleiksríki Faðir, hjálpa þú okkur til þess að taka þessi orð alvarlega, til þess að trú okkar megi standast. Við þurfum á þér að halda, við viljum ganga veginn með þér Drottinn og halda í hendur þínar, en okkur mistekst svo oft. Við biðjum þig að fyrirgefa okkur og reisa okkur á fætur á ný þegar við steytum fæti okkar við steini og hjálpa okkur til þess að líf okkar sé líka fyrirmynd fyrir aðra. Við felum allt í hendur þínar og biðjum nærveru þína í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við finna sálminn sem er númer 376, Ó þá náð að eiga Jesú. Oh
Ég tók saman pínulítið í sambandi við Rússland og þetta allt tekið upp úr efni sem ég hef þýtt frá, sem sent út frá samtökunum. Svoleiðis að ég vona að þetta sé allt saman, allar staðreyndir séu réttar. En mér finnst þetta svo áhugavert að við þekkjum aðeins bakgrunn þessa fólks sem að þiggja fórnina 13. hvíldardaginn, því það alls ekki alltaf auðvelt líf sem þar liggur á bakvið. Rússland langstærsta land í heimi að flatamáli 17 ferkílómetrar, liggur í Austur-Evrópu og Norður-Asíu. Það farið yfir 11 tímabelti þegar ferðast yfir landið. Það á landamæri að 14 öðrum löndum og innan landsins stærsta stöðuvatn heims, Baikalvatnið, og það einnig það dýpsta. Rússland langstærsta land í heimi, þetta nú kemur öðru setningu aftur sama, og fyrirgefið, ég hef bara gleymt að taka þetta út. Þá skulum við bara fara yfir í næstu. Hér sjáum við þessi gulu punktarnir þar eru verkefnin sem munu verða 13. hvíldardaginn í þessum ársfjórðungi. Það annars vegar í Úkraínu sem við tökum fyrir seinna og svo í Rússlandi sem fjöllum hér. Í borginni Sjakovski í Túla héraði sem merkt númer 2 á myndinni, þar aðsetur háskóla sjöndagsadventista. Þar munu verða byggðar yfir 3 gerðir skóla, leikskóla, grunnskóla og háskóla. Hvenær byrjaði boðskapur adventista í Rússlandi? Það var maður einn, nafn hans ekki getið, en hann var þýskur innflytjandi í Rússlandi. Árið 1870 flytur hann síðan til Bandaríkjanna þegar þangað var komið, kynnist hann aðvent boðskapnum og í framhaldi af því hóf hann að senda ýmis rit og bæklinga á þýsku til vina sinna í Rússlandi. Þannig kynntust þarlendir þessum boðskap. En millistríðsárunum, milli fyrri og síðari heimsstyrjaldarinnar, þá byrja hreinsanir í Rússlandi árið 1930. Það var gagnvart kristnum hópum. Margt safnaðar fólk ásamt prestum voru handtekin og þau gerð útlæg án þess að skilgreina það nokkuð. Þeim sem eftir voru var neitað borgaraleg réttindi, börnunum var neitað skólavist og þeir sem höfðu atvinnu þurftu að borga sérstakan atvinnuskatt sem stundum var hærri heldur en laun þeirra. Auk þess á þessum tíma í Rússlandi voru matarskammtar afhentir og þetta fólk naut ekki þeirra. Þessi ungi maður heitir Andrei Abramian, 22 ára gamall. Lesturinn hann því að hann tilvonandi prestur í Rússlandi. Ég sé það tvítekur svo oft þar vegna þess að ég færði þetta úr öðru PowerPoint og yfir hitt og hef ekki alveg tekið eftir. Þið afsakið það bara. Þegar þessi ungi maður var 15 ára gamall, þá notaði hann sumartímann til að læra að verða boxari og leið heim frá einni æfingunni, þá fannst honum eins og það kæmi upp í huga hans að hann væri eitthvað veikur. Hann sagði foreldrum sínum frá þessari hugsun sinni og honum fannst eins og hann væri að verða þunglyndur. Hann vildi komast til sérfræðings, en svo fór hann að athuga að kannski yrði honum bara úthýst úr skólanum ef menn kæmist af því að hann væri orðinn geðveikur eða eitthvað þannig. Þannig hann fór aldrei til sérfræðingsins. 2 vikum síðar, þá kemur aftur upp í kollinn á honum hugsun, þú ert að fara að deyja innan mánaðar. Og hann segir, mér leið alltaf verr og verr. Lífið missti allan tilgang sinn. Fólk hélt alltaf að ég væri að leita eftir einhverju athygli, en ég var með líkamlega mikla verki og enginn trúði mér og ég skildi sjálfur ekkert hvað var að gerast. Ammans var vön að klippa á honum hárið og þegar að það gerðist að þá hágrét hann.
Allt í lagi, sagði amma, sem hélt að hann væri að ganga í gegnum hormónabreytingar unglingsáranna. Nei, ég er að deyja, sagði hann við ömmu sína. Bæði mammans og ammans sátu hjá honum og þeim datt helst í hug að hann væri athyglisjúkur. Innst inni langaði honum til þess að svipta sig lífi en hann gat það ekki. Þegar hann horfði upp í loftið þá bað hann hljóður: Guð, ef þú ert til, hjálpaðu mér. Ekkert gerðist. Hann fann sterka þörf fyrir því að fara inn á baðherbergið og drepa sjálfan sig. En á því augnabliki sá hann ljós koma niður úr loftinu eins og eldingu. Það fór í gegnum líkama hans og hann sagðist ekki geta lýst því hversu notalegt honum fannst þetta vera. Þetta gerðist allt á sekúndubroti. Hann stökk upp úr stólnum og hrópaði: Guð sé lof, Guð læknaði mig. Mammans og ammans höfðu ekki séð þetta ljósbrot og voru áhyggjufullar. Vertu rólegur, sagði amma, þetta mun allt verði í lagi. Svo faðmaði hann mömmu sína að sér eins og hann hefði ekki séð hana í margar vikur. Guð læknaði mig, sagði hann. Hann sagði líka tvíburabróður sínum frá þessari reynslu en hann trúði mér ekki og hélt hann væri að spinna upp einhverja sögu. Amma mín var alveg viss að nú væri ég endalega orðin geðveikur, en sjálfur skildi ég að það sem hafði komið fyrir hann, það hafði bjargað lífi hans og þessar stundu skynjaði hann tilvist Guðs. Og þennan dag, þetta sumar, 15 ára gamall, þá hóf hann sína löngu gönguferð með Jesú. Í dag er hann að læra að verða prestur í Háskóla Aðventista í Sakofski og fjölskyldan gleðst yfir því í hans nýja lífi. Hann fann svo sannarlega að Guð hafði komið inn í líf hans og hann hefur aldrei orðið sami maður aftur. Hann segist lofa Guð fyrir það að hlusta á bænir okkar og svara bænum okkar. Þá er komið að auglýsingum sem við þurfum að fara yfir. Það er kyrrðarstundin á þriðjudögum klukkan 12-13 og vegna tilslakan í samfélaginu ætlum við að leyfa okkur að hefja þær á ný. Síðan er það búðin hér niður í kjallara. Hún verður opnuð núna 19. janúar á milli klukkan 2 og til klukkan 6 og alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum svo lengi sem að aðstæður leyfa. Síðan er það alþjóðlega bænavikan 18. til 25. janúar og ég ætla að lesa þetta. Nú fer að hefjast hinn árlega alþjóðlega bænavika sem hinar ýmsu kristnu kirkjur landsins standa fyrir. Efnið er verið stöðugt í elsku minni og þið munu bera mikinn ávöxt. En bænastundunum verður streymt hvern dag frá hinum ýmsu söfnuðum á YouTube-rásinni Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga. Það er búið að taka bænastundinu upp hér í Aðventkirkjunni og henni verður streymt út þann 22. janúar klukkan 8. Útvarpsguðþjónusta bænavikunar verður síðan sunnudaginn 17. janúar klukkan 11 á RÚV Rás 1. Þetta er sama auglýsing samkirkjulega bænaviku. Síðan er það kristniboðsgjafirnar renna til kristniboðssvæða víða yfir heiminn og þar á meðal núna þennan ársfjórðung til Úkraínu og Rússlands. Þá er komið að lexíunni sem Indró mun hafa. Hann er þarna bak við Erik. Hérna.
Verið velkomin sem fylgist með. Nú ætlum við að fara yfir lexíuna og við ætlum að skoða stóra hluta af 7. kafla Jesaja. En ég ætla að byrja hægt að hafa smá bæn fyrir okkur. Já, kæri Faðir, þakka þér fyrir að við getum opnað þitt orð og við getum leitað að visku þar. Biðjum þess að þinn heilagi andi sé með okkur þegar við rannsökum þitt orð og leiðir okkur í okkar umræðu hér. Blessaðu þá sem að sitja heima. Við vitum af þeim og við erum þakklátt fyrir það að við megum tilbiðja þig í Jesú nafni. Amen. Já, lexíuvikunar, hún ber yfirskriftina Immanuel, Guð með oss. En mig langar svolítið til þess að ímynda mér að þessi undirtitill líka gildi þess að gera ekki neitt. Og við ætlum að skoða þetta aðeins. Það minnisversið, það var einfalt og stutt. Standist trúiðar ekki, standist fyrir alls ekki. Og það kann í fljótu bragði að virðast að lexíavikunar sé lexía í að treysta Guði, í trú. En það eitthvað áhugavert sem að mér finnst mjög skemmtilegt í þessu eins og sem ég fann þegar ég fór að lesa næst nánar. Ætla að deila þið með okkur og sjá hvað ykkur finnst, kannski sjá þið eitthvað ennþá enn annað. En ég ætla að byrja á að lesa stutta sögu sem er í upphaf lexíunnar. Lexíuhöfundur þennan ásögungar byrjar oft með svona litla sögur. Það eru ágætar. Og í dag fjallar hún hænur og húsdýr, þannig að það er sérstök kveðja til vini mín og bændur á flankastöðum sem að geta tengst þessari sögu sérstaklega vel. Ég hugsaði þegar ég sá hann sem hann ekki verið að lesa þessari sögu fyrir þér. Enda hugsaði ég til þér og ég las. Hænur og húsdýr, sko. Og Beethoven? Já, Beethoven, já. Sagan er svona. Kvöldið þegar Conny og Roy óku upp heimreið eftir guðþjónustu, flaug bandamhæna óttaslegin yfir lóðina fyrir fram á þau. Eitthvað greinilega að. Fuglarnir áttu að vera öruggir í kvísinni en höfðu sloppið út. Nánari athugun leiddi í ljós að harmleikur stæði yfir. Beethoven, lítill hundur nágrannans, hafði einnig sloppið úr garðinum og var niðri við tjörnina með Daisy í kjaftinum. Daisy var falleg varphæna. Fróði, ekki hlæja, þetta er tragisk saga. Afsakið. Daisy var falleg varphæna með dúnmjúka hvíta stélfjaðir. Conny bjargaði Daisy úr kjafti hundsins en það var seinan. Hálsinn á uppað skæludýra hennar var í sundur og brátt dó dýrið í armum hennar. Hún settist í grasið, hélt á dauða á fuglinn og hátur rétt. Og þetta setti annað gæludýr úr sambandi. Hávaxin hvít önd sá Conny halda á Daisy og virtist halda að hún hafi drepið Daisy. Svo næstu viku réðst öndin grimmilega á Conny hvenær sem hún átti leið hjá og goggaði í hana harkalega með sterkum goggi sínum. Stundum getur verið erfitt að gera sig grein fyrir því hver sé vinur og hver sé óvinur. Það er það. Það er það ekki svolítið fyndið? Jú. Þetta er lexía. Og þetta er lexían, sko. Og sumir getur verið erfitt átt að segja fyrir vinur og fyrir óvinur, en líka það að þegar við lesum söguna núna Agas í Jesaja, þá líður mér stundum eins og öndinni. Að öndin, hundurinn sko, öndin hún sá eina hlið á sviðsmyndinni, tvívíða mynd. Hún dró sínar ályktanir og hegðun hennar var fyllilega réttmæt að hennar mati miðað við þær upplýsingar sem hann hafði. Og hún hafði engan illan ásetning. Hún var að reyna að framfylgja réttlæti. Og
stundum þegar ég skoða þessa frásagnir þá gunnar mig ég sé ekki að horfa á þér alveg nógu vandlega frásagnirnar og sjá einhverja tvívíða mynd og stilli sjálfa mig af einhvern veginn með afstöðu til sögunar í fljótfærni. Má ég aðeins koma inn í þetta? Já. Vegna þess að ég held að hún hafi ekki verið framfylgja neinu réttlæti. Hún var eingöngu vonsvikin yfir því að þessi kona sem átti allar hendurnar og dýrin, að henni fannst hún hafa svikið. Hún átti að gæta þeirra allra og hún hefur kannski ekki gert greinarmun á milli því að það væri einhver annar sem hefði drepið blessað dýrið. Ég vorkenndi Beethoven því að ég er með hvolp á heimilinu sem dauðlangar að leika við köttinn á heimilinu. Já. Og það er ekkert illt í þessum hundi yfir höfuð, en kannski fær þetta eitthvað illa, sá leikur. Ég las þetta þannig, aumingja Beethoven hefur farið að leika við hænuna, en hænan var bara ekki nógu sterk. Hundurinn var bara þannig að leikurinn fór úr böndum. Þannig las ég söguna. Sem aftur segir hvernig við horfum á hlutina með augum hundsins. Og kannski þessi saga fór á böndunum líka. En mér fannst loka niðurlag, mér fannst þetta bara svo fáránlegt að eins og við í erfiðleikum með að átta okkur á hverjir eru vinir og óvinir okkar. Það var það sem mér fannst þannig að ég hugsa að ég fæ meira út úr því að svona pæla í því hvernig að þessir karakterar í sögunni hafi kannski séð atburðinn með mismunandi augum. Já, og dæmt út frá því, og það er það kannski sem er pointið, þú dæmir út frá því þú sérð en þú ert ekki með alla söguna, bara út frá því sem, já. En nú skulum við skoða söguna, efnið við leksíuna, það er Jesaja. Og ég ætla að byrja á að taka hvað segir þú? Þetta var leikari í síma. Ég ætla að koma að stað, Hann er með góðan punkt. Ég er bara með góðan hóp af fólki sem er með okkur Og góðan punkt og kveðjur, fyrirgefðu. Edda Karlsdóttir, Manfred Lemke, Anna María Jónsdóttir, Íris Ragnarsdóttir, María Vilhundardal, Helga Magnea og svo líka Blue Giraffe, þetta er hvað fólk sem við þekkjum. Helgi Kárásson, Jón Hálbjörnsson. Þetta er fólki alltaf með okkur. Og ég bara dásamlegt. yndislegt að hafa ykkur með hérna. En ég ætlaði bara að segja í sambandi við þessa sögu. Þetta er stórmerkilegt og við komumst ekkert fram til þessari sögu. Við getum bara verið í henni sem eftir dags. Já, það væri kannski bara... En þetta liggur einhver sannleikur sem liggur stundum undir niðri yfirborðinu og ekki alveg auðleysanlegur. Stundum telja menn að það sé einhvern samsæri í gangi sem er undir yfirborðinu og við veitum ekki alveg hvað er sannleikurinn og þeir aðhyllast einhverju svona kenningu. Heimurinn er allir fullur af þessu dag. Hugsið hvað hann er fullur af þessu. Svo að umhyggjas gæsin er þetta öndaði gæs eða hvað var það? Gæs. Hæna. Nei, sem verður réðst á Gæs, já. En hver hefur ekki orðið fyrir ára gæsa, það er stórhættulegt. Jesaja, við þurfum ekki að skoða hann líka svo. Annars getum við ekki haldið áfram. Í 7. kaflanum, fyrstu 8 versin held ég. Já, fyrstu 9 versin. Er einhver með þetta að geta lesið þetta fyrir okkur? Fyrstu 9 versin í 7. kafla Jesaja. Þetta er svolítið lítið hérna. Á dögum Akasa konungs í Júda, Jótamassonar, Úsíassonar, héldu Resin konungur í Aram og Peka Remaljason, Ísraels konungur, upp til Jerúsalem til að ráðast á borgina en gátu ekki unnið hana. Þegar húsi Davís var tilkynnt að Aramear hefðu náð fótfestu í Efraím, skalf hjarta konungs og hjarta þjóðar hans eins og skógartré skjálfa fyrir vindi. Þá sagði drottinn við Jesaja: Gakktu með son þinn, Sear-Jasúb, að efri enda vatnsleiðslunnar úr efri tjörninni við götuna út á þvottavöllin til móts við Akas og segðu við hann: Gættu þín, haltu ró þinni, óttastu ekki.
Láttu ekki hugfallast fyrir þessum tveimur hálfbrunnum sprekum, fyrir brennandi reiði Resíns Arams og svona Remalja. Aram, Efraim og sonur Remalja hafa illt í hyggju gegn þér og segja: Við skulum fara gegn Júdamönnum, hræða þá og leggja landið undir oss og gera son Tabels af konungi yfir þeim. Þess vegna segir Drottinn Guð: Það skal ekki takast, það skal ekki verða, því að Damaskus höfuð Arams og Resín höfuð Damaskus. Innan 65 ára verður Efraim gjörsigrað og ekki framar þjóð. Samaría höfuð Efraims og sonur Remalja höfuð Samaríu. Standist trú yðar ekki, standist þér alls ekki. Og mikilvægt að hafa í huga þegar við skoðum þetta að þarna sko Aram, þetta Sýrland, og Efraim, Ísrael. Og hann Akas konungur, hann er í erfiðum málum á þessari stundu. Hann, pólitíska staðan svo að Assyríumenn í austur, það ekki, frá því staðan hvað hann í það sem við kallum Írak núna, þeir eru svona heimsveldið augnabliksins. Og þeir eiga í erjum við Sýrlendinga og Ísraelsmenn í norðri og það togstríða þar. Og staðan svo að Ísraelsmenn og Sýrlendingar, þeir hyggjast þvinga Júdamenn, Akas og hans þjóð, til þess að mynda með sér bandalag gegn Assyríumönnum, til þess að standa upp í hárinu á þeim. Og eins og Harpa las, og mér sérstaklega gaman að láta fólk lesa parta úr það sem ég veit að koma mikið gammaltestamentesnöfnum. Já. Það lakkar í mér. Segðu. Snúin gammaltestamentesnöfn. Eins og Harpa las, hjarta hans skalf eins og skógatré í vindi. Hann var eins og óttasleginn. Þetta voru hættur sem steðjuðu af úr öllum áttum. Assyríumenn þarna, Sýrlendingar og Ísraelsmenn í bandalagi að reyna að fá hann að þvinga hann og þetta það beita honum með ofríki og segja við skulum fara gegn Júdamönnum og hræða þá og leggja landið undir oss og gera son Tabels af konungi yfir þeim. Sko þeir höfðu ekkert gott í huga. Og en Guð sendi Jesaja spámann til móts við Akas í þessum vandræðum þar sem hann skelfur eins og skógartré í vindi, getur ekki ákvað sér hvað hann á að gera og segja hann að slaka aðeins á. Þetta allt í öruggum höndum, ekki gera neitt. Gildið þess að gera ekki neitt undirtitill leksíunnar. Þetta er bara rólegur. Og Guðs og spámaðurinn segir: það skal ekki takast, það skal ekki verða. Standist trúið þér ekki, standist þér alls ekki. Og þarna eru tveir valkostir sem að hann hlýtur að hafa verið að velta fyrir sér, Akas. Fara í bandalag við Ísraelsmenn og Sýrlendinga sem voru svona hans helstu nágrannar en kannski aðeins veikara, eða fara að gera bara bandalag við þá sem eru enn öflugri. Assyríumenn, ákveður ekki, til þess að vernda sig og sína þjóð, sína hagsmuni. Guð kemur með þriðja valmöguleikann, ekki gera neitt, slakað á. Og þess vegna svona leksíuvikan fjallar þetta traust, treystum við. Og líka það að meta hverjir eru raunverulegi vinir okkar eins og öndin, að geta átta sig á því. Og ég hef ákveðna samúð með Akas í þessu, að mitt mannlega mat að Akas átti einmitt að gera annað hvort. Og þeir munir hvað kjörorðið hjá einhverju innheimtufyrirtæki, hvað sem þú gerir ekki neitt. Aðgerðarleysi, það er pirrandi, sitja bara hendur í skauti sér.
Hann var konungur og þeirra var að passa upp á ríkið og passa upp á sín mörk og allt þetta. Þannig að einmitt þessi samúð þarna, kemur. Svo kemur annað fyrirtæki sem auglýsir, gerðu ekki neitt. Og það, hvernig það? Þeir sem segja ekki svara símanum þegar þú ert að keyra. Já. Gerðu ekki neitt. Ég vinn í skóla þar sem það er svona eitthvað kjör og það gerðu eitthvað og við lærum af mistökum. Þannig að fyrir alla muni ef þú gerir ekki neitt, þá er það mestu við mistökin. Því að ef þú gerir eitthvað, þá getur þú allavega annað texta og brilljant, eða þá getur þú farið yfir og segja, ok, við getum lært þetta af mistökunum. Þannig að þetta það er margt í þessu. Er einhver annar tilvik sem Guð kemur til Ísraelsmann og segir, standið í kjör, ekki hreyfa legnilið, bara kjör, gera ekki neitt. Það kom svona boð til þeir stóðu við Rauðahafið og Egyptaher kom að þeim með aflugustu her heims og fyrir framan hafið. Og þeir segja bara standið hana og ekki gera neitt. Við höfum helst gera eitthvað. Þetta er nefnilega það sem er nefnilega svolítið kjarni leksíunarinnar, held ég. Sko, já, er það ekki kannski einhverju leyti. Sko, það er þessi togstreita og spámaðurinn kemur og það voru auðvelt að vera öndin á 21. öld hérna í dag og segja, já, þetta er bara einföld leksía. Akas, þetta var spámaður, hann sagði eitthvað, hann átti þetta tekja sem Guð og treyst honum. Ég segja, sko, hann kemur, hittir hann þarna, hann tekur son sinn með sér og hittir hann þarna í á þvottavöllunum, gengur í vegi fyrir hann og segir, kemur með erindi frá Guði. Hvernig átti Akas að, þú veist, hvaða fyrirskra komum við með, hvaða meðmæli? Sko, þarna kemur einmitt hvern átti að hlusta á. Sko, hann er konungur, hann er sko, hann er að hugsa það sem þetta er vinna hans. Að passa þarna, fara í bardaga og passa landið og annað. Og hann er ábyggilega með fullt af ráðgjöfum sem að segja honum hvað hann eigi að gera. Og svo kemur Jesaja sem er spámaður Guðs og við mögum gleyma því að, þú veist, með það sem stendur þarna í konungabókunum og þú veist, hvernig konungar þeir voru, hvernig hjarta í rauninni þeirra voru. Voru þetta góðu konungar fylgdu þeir Guði eða ekki? Og þarna sko, þetta er þjóð Guðs og þarna kemur í Jesaja. Þannig eru allir stríðsmennirnir búin að vera að segja honum að gera hitt og þetta. Svo kemur í Jesaja og segir bara, Guð segir, eða það átt ekki að gera neitt slaka og Guð segir þetta. Á hvernig átt hann að hlusta? Já, á hvernig átt hann að hlusta. Og þú talaði konungabækurnar og það er nefnilega það sem að mér fannst svona kjötið koma á beinið þegar maður lesa úr annarri konungabók. Þá fær maður samhengið, ekki? Og ég ætla að lesa það. Það er úr 15. kafla, einhver vers 30 og vers 32-38. Það er fyrst Jótam, Júdakonung. Í öðru stjórnarári Peka Ramaliussonar var Jótam Úsesjánsson, nú fikk ég þessi flokkna maðurinn, Júdakonungur. Hann var 25 ára þegar hann var konungur og ríkti 16 ári í Jerúsalem. Móðir hans hét Jerúsa og var Sadóksdóttir. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins. Nákvæmlega. Það var bara svart hvítt, hann gerði bara sem var rétt. Alveg eins og Úsía faðir hans. Fórnarhæðir voru ekki aflagaðar og fólki hélt áfram að færa slátufórnir og reykelsisfórnir á hæðunum. Hann lét það viðgangast. Og það var Jótam sem lét reisa efra hliðið í, það langar rosalega að segja eitthvað, sem lét reisa efra hliðið í musteri drottins. Það var ósagt, það sem ósagt er að sögu Jótams og verkum hans skráð í annarlega Júdakonunga. Þetta leyti tók drottin að láta Resin konung Arams og Peka Remaliusson ráðast á Júda og Jótam var lagður til hvílda hjá feðrum sínum og grafinn hjá þeim í borg Davís, forföður síns. Akas, sonur hans, var konungur eftir hann. Þannig að Jótam konungur, faðir Akasar, það er ekki mikið að segja af honum. Það er ekkert meiri sögur en þetta, en hann gerði þó allavega það sem var rétt, en hann aflagði ekki fórnarhæðirnar. Svo kemur Akas í 16. kaflanum. Á 17. stjórnarári Peka Ramaliussonar tók Akas sonur Jótams Júdakonungs við völdum. Akas var 20 ára þegar hann var konungur og hann ríkti í 16 ári í Jerúsalem. Ólíkt Davíð forföður sínum gerði hann ekki það sem var rétt í augum drottins. Guð hans. Hann breytti eins og konungur Ísraels og lét jafnvel son sinn ganga gegnum eld.
að þeim svívirðilega hætti þeirra þjóða sem Drottinn hafði hrakið brott undan Ísraelsmönnum. Hann færði slátufórnir og reykelsisfórnir á fórnarhæðunum og hólum og undir hverju grænu tré. Og hvernig var hann ólíkur föður sínum? Gerði ekki. Hann gerði þessum gegn Guði meðan Jótam var sagður vera þokkalega góður konungur. Jótam lét þessa heiðnusiði viðgangast. Akas tók virkan þátt og gengur svo langt að hann virðist hafa fórnað syni sín. Er það ekki? Sem brennir fyrir. Og það er rétt að staldra við. Já, en svo kemur, já, auðvitað erum við þarna, en við komum að því þegar Jesaja kemur til að segja, stoppaðu bara. Hvernig myndi maður hafa það ef maður vissi í raun að það sem hann er búinn að gera í ríkinu er að ganga beint gegn boði Guðs. Og hann er að byggja, hann fór að byggja þarna einhvern altarið seinna eftir máli og nákvæmlega setur það í musterið og gjörsamlega breytir tilbeiðsluna í landinu. Hvernig getur hann reiknað með því að ef hann stoppar og bara hlustar á Jesaja spámann að það gangi eftir en þess verður, Guð yfir höfuðið koma til hans og bjarga hann. Ég kannski treysti því ekki. Ég bara hugsa mig sjálfan að mann svona getur mig treyst því að við erum svo tengt og föst í þessu með hegðun og að við gerum rétt og við erum þessum verð og mun Guð svara okkur. Mun Guð taka mig líklegast einhvern annan en aldrei líklegast mun hann ekki hlusta á mig. Svo að það getur vel verið að hann hafi bara verið fullur af sektarkennd og vitað að hans mál voru þannig gagnvart Guði og með þjóðina, hann var auðvitað ábyrgur, að hann gæti ekki reiknað með því að þessi ráðlegging Jesaja myndi nokkuð að ganga upp. En mér finnst þá frekar, hafði hann einhverja trú? Fyrst að hann gerir allt þetta og hann fer gegn Guð því sem hann hefur lært Guð, var hann með Guðs mynd, skilurðu, þekktan Guð. Þarna kemur einhver, þú veist, spámaður til hans og hann veit að hann er spámaður, en ef hann hafði ekkert einmitt með Guð að gera áður, af hverju hann þá að hlusta á spámaður? Hann er samt alinn upp á heimili, pappa hans og kannski fjölskylda hafði þetta nokkuð veginn á hreinu. Hann sagði að hann fyrir góð menn pappa. Ég gegnum árum verið alltaf furðað með á því af hverju þeir neyðust til heiðinna síðan, til brennifórna. Þegar að samkvæmt frásögnum það Guð sem æðri máttir að koma með yfirnáttúrulegum hætti og bjarga þeim fyrir hvað eftir annað í einhverjum orrustum, en þessir heiðnuguðir í Guði ger ekki neitt. Á hverju tilhneigingin til þess að leka þangað. Og það held ég að sé svona svolítið punkturinn í þessu sem að ég er að koma mér í stellinga til þess að tala að Akas var greinilega athafnamaður og það er ákveðin blekking þarna sem að ég held að það er svo mannlegt að falla fyrir þessari blekkingu. Lykilatriði að við þurfum að muna og gera okkur grein fyrir því að í öllum þessum heimshluta í samtímanum, í menningarheimum þarna allt í kring, þá var fólk að tilbiðja duttlungafulla, refsigjarna og tilviljunarkennda guði sem úthlutuðu blessunum eða bölvunum bara svolítið tilviljunarkennd. Og eina leiðin til þess að losna við þessar bölvanir og reyna að fá einhvers konar blessunni, helst að losna bara við bölvun frekar en nokkuð annað, það var að gera eitthvað, fórna eitthvað. Koma með fórn, þess að heita fórnarhæðir. Og ef að þú fórn þýðir að þú tekur eitthvað sem þú
að veita sjálfum þig gæði og gefa Guði þetta, eða ekki? Og ef að fórnin sem þú færir í dag virkar ekki nógu vel, ber ekki tilskilinn árangur, þá verður fórnin virka eitthvað meira. Þess að Guð þegar ekki orðin ánægður með þig, út af friðbæjarni, skapa frið milli þín og þessa erfiða Guð sem þú tilbyður. Og þú kolla þannig að þú ert farin að fórna börnunum, það sem þér sonuð þinn, sem það sem stendur þér næst. Ég til í að fórna þessu. Það einn punktur sem ég finnst vera, yfirleitt voru að gera styttur af þessum guðum og slíku. Það var eitthvað sem fólki sá, en það sá ekki Guð. Þannig að það getur vel verið það sé líka, ég er ekki afsaka gerðið þeirra, en það getur líka vel verið, við erum svolítið gjörn á að horfa á svona. Einmitt, og það sem að mér langar til þess að koma að Jesaja kemur og segir, og þess að hann að hugsa á ég að gera bandalag við þennan eða hinn. Þetta maður aðgerða sem búinn að vera að gera brennifollir. Og Jesaja kemur ekki gera neitt. Treystu Guði og þetta erfitt. Það erfitt að fara í þessa stellingar. Það sem mjög mest líka erfitt, ég gat ímyndað með fyrir hann, að hann þá ekkert að gerast í næstu 65 ár. Sem lengri en ævi þeirra, meðalævi þeirra. Og það fór ég að hugsa líka, þú getur kannski beðið að við stormin 1 ár, 2 ár, okkur finnst það vera kannski erfitt, skilurðu, að þú veist, við erum að telja niður, verðum við laus í sumar. Þetta svo, ég get haldið þetta út. En þarna segir hann, mér fannst það þegar ég var að lesa þetta, að þá segir Jesaja ekki gera neitt og þú veist, innan 65 ára verður Efraím gjörsigrað og ekki framar þjóð. Þetta svolítið langt fyrir hann að, þú veist, sem í aksjón og í bardugum og held ég fyrir hann að hugsa þetta. Þetta lengri en ævin þeirra. Mér finnst það alveg stórkostlegu vitnisburður samt, af því að maður á svolítið erfitt með þessa þjóð Ísraels og þeir eru sendir, þeir fara yfir eyðimörkin og komast inn í landið og það bara liggur fyrir þeim að höggva bara mann og annan og bara að brytja niður alla þjóðirnar sem það búa og búin að búa í mörg ár til þess að hasla sér völl í landinu. En ég held að það hafa aldrei verið tilgangur Guðs og að þeir tóku það að sér að brýna sverðin og ganga og höggva menn. Að það stendur líka mjög víða að hann hefur stuggað við þessu fólki og rýnt til fyrir þeim og Guð myndi vinna verkið. Og þarna Agas beðinn að halda því áfram. Og Guð segir, ég mun sjá þetta, treystu mér. Og hann gerir það ekki, hann vil heldur ganga í að enda þetta verið stórkostlega erfitt. Þetta var eins og bara ekki hvað, allt fullt af alls konar þjóðabrótum og hernaður og þetta verið ekki verið auðvelt að treysta þessu. Ekki frekar en í dag. Ég held að við eigum til að falla, þannig ég, ekki við það, bara ég. Til að falla í þessu sömu gildur og Agas og hans samtíðamenn, okkur finnst þetta að gera meira, að fórna meiru til þess að fá einhvern veginn, fá blessun Guðs. Og Guð muni verðlauna okkur ef við gefum ríkulega gjafir til safnaðarins, ef við neitum að gera sem okkur langar í, neitum okkur eitthvað eignir eða mat eða eitthvað svoleiðis, berum fram einhverja fórn. Mun Guð verðlauna okkur með blessin ef við gerum meira, spurningin. En sem stendur okkur svo nærri held ég þessi hugsun, fórnum meiri tíma í því sem við skilgrum sjálf í að vera starf Guðs, við ákveðum sjálf hvað það og ákveðum að fórna tíma í það. Við myndum aldrei fórna börnum okkar, erum við tilbúin til að fórna eitthvað af þeim tíma sem við ættum kannski að vera að verja með börnum okkar á þessu altari.
Sko, ég hef heyrast talað það, sko, að við þurfum að gera meira til þess að fylla bekkina. Við berum ábyrgð á þá sem ekki heyra fagnaðarerindið. Við talað það að foreldrar beri ábyrgð á ákvæðinu sem ákvæðið að taka seinna í lífinu, sko. Það að vera að færa allt þetta, þessar aðgerðir yfir á okkur. Og þetta hlýtur að vera villa. Já, af því að þetta kemur grundvallar við, þú veist, þetta, Guð segir úr því að gera í að vera. Og þetta segir hann, be still and know that I'm God, sko. Hann segir, verð kyrr og veist að ég er Guð. Þetta bara er alltaf á ensku hérna einhverstum að mér, en sko, að vera. Og það er verið svolítið að snúa þessu við endalaust. Vertu. Hver ertu? Vertu í sambandi við mig. Eignastu samfélag við mig er það sem Jesú er að tala. María og Marta hérna síðast, sko, María satt við fætur Jesú og hlustaði á hann. Hún var ekki að gera. Þú veist, þetta kemur aftur og aftur en við þetta mannlega eðli sem að þú ert einmitt að lýsa. Okkur finnst við eiga endalaust að vera að gera, en við erum kölluð til að vera. Það stendur líka í Nýja testamentinu að við getum ekki ávinna okkur með verkum. Það er aldrei. Ég bara aðeins smá hérna frá fólki, Helga Magna, þetta er svo mikil spurning traust eins og einhverjum var að koma að í innganginu. Að treysta, erum við tilbúin til þess að treysta. Ætla ég að treysta Guð fyrir þess að taka málinn í mínar hendur. Og Jóhann tekur undir þetta. Þetta er aðal efni leksjunar. Ekki smá vantraust fólkið í því, ekki smá vantraust fólkið í því að reyna að gera meira eins og Indru er að tala og Helga Magna endur tekur þetta. Svo það er svona umræðið þetta. Komið að því þetta snýst traust. En þá er náttúrulega, sko, og þetta kemur allt að Guðsmyndinni. Hvernig mynd höfum við af Guði? Og hérna... Er hann tilvíðanlega gendur og refsikjöld? Já, og þess vegna finnst mér afskaplega, sko, mér finnst afskaplega mikil áskorun að taka þessa texta úr Gamla testamentinu og reyna að heimfæra okkar veruleika og okkar tilbeiðslu, sko, það sem við gerum í okkar kirkjustarfi. Mér finnst afskaplega fjarlægt Gamaltestamentið, spámanna, umtal og þetta verður bara meira og meira fjarstæðukennt, en Guðsmyndin sem að kemur fram þarna að einhverju leyti, hún er með okkur í dag. Og ég held að það sé óbúslega mikil áskorun fyrir okkur að taka prinsippin úr Gamla testamentinu. Ég held að við eigum að láta margt vera líka í Gamla testamentinu. Því að skilningur þeirra á því sem að Guð gerði af góðu og illu, það er ekki hluti af okkar veruleika. Þannig að ég held að við verðum að passa okkur að velta okkur ekki upp úr því sem að er algjörlega fjarlægt okkur. Guð er nálægur okkur. Ævinlega og verður alltaf. En Ég er alveg að teka undir með þér þessu og við erum alltaf að muna þegar við lesum Gamla testamentið að þetta var skrifað af mönnum með mjög virkum hætti inn á þeirra samtíma og með mjög sérstakan boðskap. Og við meðum ekki fallið þá greifingu að halda að þarna sé Guð að tala til mín sérstaklega. Já, var Guð ekki með Ísraelsmönnum? Var ekki Guð með Júdeumönnum? Ef við draugum okkur, sko, ef við stækkum okkar heimsmynd svolítið og Guð sem almáttugan, er hann ekki líka Guð allra á jörðinni? En sagan er sögð af gyðinga, sko, þetta er gyðinga, kristnin kemur þaðan og við sjáum svona söguna svolítið hvernig hún er skrifuð í gegnum þessi trúarbrögð. Mér finnst þetta tengjast fyrstu sögunni, þú veist, hvar stendur þú og horfir? Ert þú núna gæsin sem er að horfa á konuna sem heldur á dána fugla? Akkurat.
Þannig að þú ert komin aftur á þessum frá þér kannski að segja, sko, á hvað ert að horfa í Gamla testamentinu, þú veist, á hvað ert að einblína, hvað er það sem þú sér? Við erum aðeins að draga okkar andanum og horfa á heildarmynd. Við verðum að gera það. Svona á samhengið og þetta og fá einhverja grund alveg eins og þú ert að segja, sko. Alveg segja þetta sammála. Það er alltaf mín áskorun í þessu er svona að fá, já, að höndla það. Þegar það er svo margt þarna sem ég höndla ekki. Ég hef svo lítinn tíma eftir að ég ætla aðeins bara nei, það er alltaf bara, þetta er stór greind og gaman að hlusta á okkur. Ég ætla bara eins að sauma þetta saman. Sko, þessar umræður okkar núna hérna AKAS og hvað hann var að gera, leiðist hugan strax aftur tilbaka í 2 vikur því við vorum að ræða fyrstu lexíu ársfjórðungsins og ég var að velta fyrir mér hérna úr fyrsta kaflanum, sko. 13. til 17. vers, ég ætla ekki að lesa það allt, en munið þarna færi mér ekki fram að fánýta kortfórnir. Ég hef anstigið á þessum fórnum og bænum og hátíðahöldum og hvernig sem mann kemur túnkomudagar. Ég hlusta ekki einu svona bænir ykkar. Hendur ég eru ataða blóðið, þvoðið ykkur, hreinsið ykkur. Og spámaðurinn að segja hérna, ég ætla ekki að hlusta, ekki að koma með þetta, ég hlusta ekki á okkur nema þið hættið að gera illt, lærið að gera gott, leitið réttarins, hjálpaðu að kúa það, rekið réttar munaðarleysingjans og verðið mál ekkjunar. Sko ef að það er ekki til staðar, til hvers að vera að hérna velta sér upp á hinu. Og hvenær verður þetta ekki, þetta fellur aldrei úr gildi, er það? Munaðarleysingin og ekki, en hún er bara alltaf og hún hlýtur að vera bara gegnum alla Jesaja, þessi inngangur að bókinni er einhvern veginn svo mikilvægt atriði. AKAS var að stunda trúa sig við, bera fram fórnir til þess að reyna friðþægja skapa frið milli sín og Guðs en það var eitthvað sem vantaði. En svo er þarna í þessum 7. kafla þá kemur þarna og aftur, ekki vissum ég hefði tíma til að lesa það allt, en í versum 13 til 17 þá er talað spámaðurinn kemur ætlið einnig að reyna þolinmæði Guðs míns. Sko, þá kemur þessi sjá yngismær verið þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel og kemur þessi spádómur. Rjómi og hunung verða fæða hans til þess að hann hefur við til þess að hafna hinu illu og hið góða. Og það tala sveinin og fjölskylduna og þetta höfum við litið á að sé einhvers konar messianísku spádómur og við höfum skilið þannig í Jesaja sé að boða komið frelsarans Jesú, sem er gott og vel. En þá spyr ég mig samt, hvernig átti AKAS að skilja þetta? Hvaða samhengi er þannig? Og sumir hafa fræðimenn hafa velt fyrir hvað var Jesaja að tala um. Var þetta seinni sonur Jesaja sem hét ekki Immanuel? Var þetta sonur Hesekía sem hét ekki Immanuel? Það stenst ekki, hvernig átti AKAS að skilja þetta? Og hafa þetta sagt það okkur til að vera messianíska spádóm og allt gott með það. Eitthvað hlýtur að hafa átt að tengjast sem að AKAS átt að tengja við. Og ég held að það sé þetta nafn sonarins, að sonur er byrjun á nýjum tíma, breytt eitthvað, paradigm, hvernig segja maður á íslensku, það er eitthvað breytt viðmið, það er kaflaskipti. Hér kemur eitthvað nýr sonur og hann heitir þessu nafni, Guð er með oss, Guð er með þér, Guð er hjá okkur. Og þetta var lykilatriði í boðskapi Jesaja, eða ekki? Er þetta boðskapurinn að vera kjur? Já, treysta Guði? Haltaður höndum, slakaðu á. Guð er hérna. Guð með oss. Guð er með oss. Og það, heilagur andi og trúin og sem er ávöxtur andan, við þurfum ekki komin einhvern veginn inn á það heldur, þetta með tóna. Með tíminn hleypur frá okkur. Það er fólk að stenda inn alls konar hugmyndir eða tekur undir þetta með traustið og Steinun að tala hér og Jóhann Þorvaldsson og Helga Magna og við bara þakka fyrir innilega fyrir og þið hinn sjáu þetta svo ég þarf kannski ekki vera að lesa þetta allt saman. Þetta er bara rosalega hnitmiðaður og fallegur boðskapur finnst mér
ef maður gefur þessum kafla smá tíma og þetta. Vertu rólegur, haltu þér höndum, lærðu að þekkja vini þína, Guð er hérna með þér. Með þessu ætla ég að ljúka og þakka fyrir í dag. Hjartans þakki til þeirra allra sem hafa verið að taka þátt í sem eru bara tölvur og fjöldi.
Ég vil aftur bjóða ykkur góðan dag þið sem er að koma ný hérna að útsendingunni hjá okkur og verið hjartanlega velkomin og við erum glöð að hafa ykkur með. Ég ætla að lesa sem kall til tilbeiðslu frá Míka, 7. kafla og 8. vers. Maður, þér hefur verið sagt hvað gott er og hvers Drottinn væntir af þér. Þess eins að þú gerir rétt, ástundir kærleika og þjónir Guði í hógværð. Við skulum lúta höfði í bæn. Já, himneski Faðir, nú komum við fram fyrir augliti þitt hér í þínu húsi. Við erum ekki mörg hér en við erum mörg að fylgjast með og Drottinn, við bara byggjum blessun þína yfir okkur öll sem erum saman og erum að íhuga þitt orð, að þú komið til okkar fyrir þinn heilaga anda, opnir huga okkar og hjörtu. Að við eigum samfélag við þig, náið samfélag. Og við fáum þann styrk frá þér sem við þurfum á að halda á göngunni í þessum heimi. Við leggjum okkur í þína hand, biðjum í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við finna sálminn sem er númer 316, Ó alheims Faðir.
Þá er komið að því að minna á gjafir til safnaðarsjóðs, en reikningsnúmer og það annað kemur síðast í dagskráni hjá okkur upp á skjánum. En við erum innilega þakklátt fyrir allar þær gjafir og við leggjum það í Guðs hendi. Nú ætla ég að lesa ritningarlesturinn sem Erik hefur valið sér. Hann er tekinn frá fyrra Þessalóníkabréfi, 1. kafla, 2. versi til 7. fyrri hluta í 7. versi. Ég ætla að biðja Karel að setja enska textan hérna upp. Ég þakka ávallt Guði fyrir ykkur öll ég minnist ykkar í bænum mínum. Ég minnist stöðugt fyrir augliti Guðs vors og föður, hve mikið þið starfið í trúnni, stríðið í kærleikanum og eru staðföst í voninni á Drottin vorn Jesú Krist. Guð elskar ykkur, systkin. Ég veit hann hefur útvalið ykkur. Fagnaðar erindi mitt kom ekki til ykkar í orðum einum, heldur í krafti og heilugum anda með fyllstu sannfæringu. Eins vitið þið hverju ég kom til vegar ykkar vegna. Þið hafi gerst eftirbreytendur mínir og Drottins. Þráttur í mikla þrengingu tóku þið á móti orðinu með fögnuði sem heilagur andi gefur. Og þá er komið að bænastund og ég hef hana, síðan kemur harpa og Erik endar. Kærleiksríki Faðir á himnum, við biðjum þig að blessa landið okkar í þessum heimsfaraldri og ekki bara nú heldur ætíð. Við biðjum þig leiðsögn fyrir þá sem málum ráða. Við biðjum þig styrk handa þeim sem ákvarðanir þurfa að taka. Við biðjum þig alla dómstóla landsins að þeir dæmi réttilega samkvæmt þínu. Við biðjum fyrir skólum og við biðjum fyrir börnunum, unglingunum, fullorðna fólkinu, allt þetta í skólum, þurfa á þér að halda líka, Faðir. Við biðjum fyrir fjölskyldum og þeim sem að ala upp æsku landsins. Við biðjum og felum þau öll í hendur þínar, biðjum þig að nálgast þau öll, vera þeim styrkur og hjálpa þú okkur öllum til þess að við felum allt okkar í lífinu í hendur þínar hver dag. Kæri Faðir, við viljum þakka þér. Við viljum þakka þér fyrir að við búum á þessu landi. Þakka þér fyrir að við búum við gott heilbrigðiskerfi og við biðjum fyrir því starfsfólki sem er að vinna þar dag og nótt. Og já, góði Guð, við þökkum einnig fyrir góða stjórnun, yfirvalda, heilbrigðisyfirvalda og almannavarna á þessum tímum. Já, góði Guð, við biðjum einnig fyrir því að við sjáum að það er lausn, að það er ljós fyrir endan á þessu. Við biðjum fyrir því að þú sért með þegar dreifing bóluefnisins er ákveðin og þegar hún fer fram. Bið fyrir landsmönnum öllum. Gefðu okkur kjark, gefðu okkur styrk og bið að þinn heilagi andi megi búa í hjörtum okkar og gefa okkur frið. Vertu með þeim sem eru kvíðafullir, eru hræddir. Kom þú þar inn og líkna og umvef þú. Vertu með þeim sem eru einmana og þora jafnvel ekki út. Komdu og vertu það nálægur og gefðu okkur einnig styrk og visku til þess að nálgast þá. Hjálpaðu okkur til þess að vera næm fyrir þeim sem að þurfa á þér að halda og þurfa á
uppörfun að halda. Vertu með þeim sem syrgja og þeim sem að þjást af heilsubresti. Góði Guð, þú einn getur komið og líknað og læknað. Já, himneski Faðir, ég vil einnig fá að koma og taka þátt í þessari bænagjörð, þar sem við komum til þín, Guð, og byggjum leiðsögn og byggjum hjálp. Byggjum sem erum kölluð til að vera fylgjendur þínir og verkfæri þitt og þín í þessum heimi. Við erum mörg sem þú hefur kallað til starfa, Drottinn. Til þjónustu starfa, þjónustu eins og þú þjónaðir þegar þú varst hér á þessari jörðu, Jesús. Blessað þú söfnuðinn, blessaðu þá sem reyna að láta gott af sér leið á einn eða annan hátt undir þessum sérstöku kringumstæðum. Þú vera með sérhverjum safnaðum meðlim og þú átt svo margt fólk víða í samfélaginu, Drottinn. Og við byggjum þig bara að styrkja okkur í göngunni að láta gott af okkur leiða þar sem við erum, að hugsa leiðir til þess að geta orðið til blessunar hvar sem við erum. Og við byggjum fyrir starfi kirkjunar, byggjum fyrir Suðurhlíðaskóla, því góða starfi sem þar unnið, vilt þú blessa þar kennara, stjórnendur, Drottinn, þú blessa alla nemendurnar, blessa heimilin og fjölskyldurnar, foreldra. Við leggjum það starf, það góða starf, umönnunastarf, menntunastarf og þjónustustarf í þínar sterku hendur. Biðjum fyrir boðunastarfi kirkjunar og einn eða annan hátt erum við að boða þitt fagnaðar erindi og þá von sem felst í þínu orði að þú ert nálægur og þú hefur stórkostlegar framtíðar drauma fyrir okkur öll. Og þú leiðir og þú styrkir og þú ert nálægur okkur. Drottinn, við biðjum að þú megi koma sem fyrst aftur til þessa heims. Við bíðum eftir því og væntum þess og vitum að það mun verða, Drottinn. Að þú komir aftur og endir sögu þessa heimsins og hann og við sjáum nýjan heiminn og nýja jörð. Þitt dýrðaríki stofnað í hjörtum okkar og í þessum heimi. Drottinn, við lofum þig og þráum þig og biðjum í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá komið að því að syngja barnasálminn og hann heitir Ó Guð, ég veit hvað ég vil. Amen.
Þá mun Erik hafa barnastund og síðan munum við syngja enskan sálma á eftir. Ég ímynda mér að það sé fullt af krökkum að hlusta. En ég var nú nokkra myndir, er það ekki Karen? Já. Nú er ekki mynd. Svona er þetta. Það gengur ekki alltaf eftir sem við viljum. En ég ætlaði að segja ykkur sögu bavíana. Og ég var með svona flotta myndir af bavíanum. Það er alveg stórkostlega merkileg dýr. Bavíanar. Þetta eru apar, eins og allir vita. Þeir búa á 2 stöðum í heiminum. Í Afríku og á Arabíuskaga. Þetta er merkilegt. En hvað getum við lært af bavíanum? Þetta eru svona þokkalega friðsamleg dýr. Það er ofta það eru slagsmál og bardagar í svona dýrahópum. Það er kannski einhver alfakall api eða dýr sem þarf að ná yfirráðum með því að berja af sér alla aðra. Það er ekki á meðal bavíana. Það er svona miklu meira friðsamlegt samfélag og mjög vel skipulagt og kannski það sem ég langar til þess að, ég ætla ekki að taka mjög langan tíma því að það er svo margt annað sem við ætlum að gera hérna í dag en það sem ég langar til þess að tala sérstaklega er hvernig þeir umhyggjan þeirra á meðal fyrir öllum mismunandi svona hópum innan flokksins af því að bavíanar eru oft skipt í flokka, þar geta verið 30 upp til 200 dýr í einu flokki. En svo sameinastu stundum fleiri flokkar saman til dæmis að ferðast, því að þau ferðast oft langar leiðir, að þá geta verið alveg upp í 1000 dýr meðal þeirra. Hvernig er það skipulagt? Er það bara hver og einn sem sér sig og ryðst áfram? Nei, svo sannarlega ekki. Þegar svona hópur af bavíanum ferðast yfir landsvæði, þá fara þar fremst karldýr sem ekki neitt sérstaklega mikilvæg í hópnum en svona hafa sína stöðu svolítið neðarlega í hópnum. Eftir það þá koma önnur dýr, það eru kvendýr sem hafa ekki neina unga. Ung kvendýr til dæmis. Eftir þessa 2 hópa, þá koma mæður með sína unga. Ég sjá að þau eru ekki fremst, þau eru svona inni bakvið og fá vernd frá þeim sem ganga á undan. Eftir þennan hóp kemur svo aftur annar hópur. Það eru karldýrin sem eru svona ábyrgðaraðilar í hópnum. Þar á meðal sá sem er yfir öllu. Það er alltaf einn karl, ég veit ekki hvað það er karl, og meðal fíla þá er það kvendýrið sem er leiðtogi, en hérna er það karldýrið. Við höfum undir höggja að sækja karlkynið í okkar samfélagi í dag. Það er ekki alltaf að við fáum að vera í forystu. Við höldum að við séum fæddir til þess, en það er ekki alltaf svoleiðis, sko. Sem betur fer, þá er þetta orðið miklu meira jafnræði. En hérna hjá bavíönunum, þá er það einn karl sem ræður og honum er hlýtt. Hann er þarna númer 4 í hópnum með aðra karla, mikilvæga karla fyrir aftan sig. Þar fyrir aftan koma ungar sem eru orðnir að búa að venja það af frá móður sinni og geta bjargað sér sjálfur. Þeir koma þarna næst. Svo koma aftur kvendýr sem ekki með unga með sér og svo aftast strákarnir sem eru ungir, kallar, þeir svona reka lestina. Svona ferðast þessi hópur. Og það er umhyggja líka þegar þau eru heima fyrir og sest að. Þau sitja mikið saman, þau eru að klappa hvort öðru, þau virðast vera að ræða saman. Það er umhyggja.
Mér finnst þetta að vera svona lýsing kannski á því eins og samfélagið okkar ætti að vera. Að það er virðingur fyrir öllum og það er umhyggja. Þetta lýsir líka því hvernig við erum kölluð að vera sem kirkja. Að bera umhyggju fyrir hvert öðru. Það er eitthvað það mikilvægasta sem Jesús segir við okkur. Að þannig eigum við að koma fram. Við getum lært af Babýlon, hugsið ykkur. Hvernig við getum komið fram í hvort annað. Takk fyrir. Þá skulum við syngja sálminn sem heitir Balm in Gilead. Þá mun Erik koma og predika fyrir okkur, gjörðu svo vel. Góðan dag, kæru vinnir og gleðilegt ár. Það er gott að vera með ykkur hér við upphaf árs. En Indru ætlar að þýða fyrir okkur. Good day and Happy New Year. Þetta er góðu dagur eins og Jesaja segir fagnaðardagur eða í nýju þýðingunni feginsdagur. Yeah, this is a day for rejoicing. Það er gott að fá að deila með ykkur frábærum texta úr fyrra Þessalónikubréfi. Yeah, I'd like to share with you a scripture from 1 Thessalonians. Vitið að þetta er líklegast fyrsta bréfið sem Páll skrifaði í söfnuðunum. And this is probably the first letter that Paul wrote. Við erum hér að fjalla fyrstu versin í þessu bréfi. Þetta eru þá fyrstu setningarnar sem Páll skrifaði frumkirkjunni.
And these are the first verses, the very beginning of the first letter that Paul wrote. Og Páll bara að tala hér til venjulegs fólks sem bjuggu í Þessalóniki. And Paul was just writing to the common people who lived in Thessaloniki. Og hann þakkar þeim alveg sérstaklega, þetta kom svo fallega fram hvað hann þakkar þeim fyrir trú þeirra. And what's remarkable here is how heartfelt his thanks are for their dedication. Og við finnum hérna í upphafi 4 lykil orð sem lýsa tengslum fólks við Jesú Krist. And what we see here are 4 key words that describe the relationship people had with Jesus. Og orðin eru, hann þakkar þeim fyrir trú þeirra, kærleika, von og fögnuð. And he thanks them for their faith, their hope, their love, and the rejoicing. Þetta eru lykil orð í ritum Páls. Ég veit að þið gerir ykkur grein fyrir þessu. And as you know, these are throughout the writings of Paul key concepts. Það kemur aftur fram í 5. kaflanum í Þessalónikubréfinu, líka í Rómverjabréfinu og 1. Korintubréfi. And later in Thessalonians, in 1 Corinthians, and in Romans. Í Galatabréfinu, Kólusubréfinu, Hebreabréfinu. In Galatians, Colossians, and Hebrews. Og svo líka hjá Pétri, 1. Pétursbréfi. And also in the first letter of Peter. Þetta eru lykil atriði, þetta trú, kærleikur, von og fögnuður. These are 4 key concepts: faith, hope, love, and rejoice. Við munum þetta svo vel í 1. Korintubréfi 13. kafla. Það enda með þetta trú, von og kærleikur. Yeah, I remember from Corinthians, faith, hope, and love. En Páll líka kennari, ekki bara predikari, heldur líka kennari. But Paul is also a teacher. Svo hann þakkar fólkinu ekki bara fyrir trú þeirra, kærleika, von og fögnuð. So he doesn't only thank the people for these attributes. Heldur hann bætir orði við hvert af þessum lykilorðum til þess að kenna fólkinu. Yeah, he adds a word sort of to illustrate or underscore each concept. Og hjálpa okkur til þess að skilja betur merkingu orðana. Yeah, to add to their ability to understand. Nú var Sigga að lesa þetta fyrir okkur áðan, svo ég ætla ekki að fara yfir textan aftur, en við svona nefnum atriðin. We read this in the scripture, but I'm going to name these again. En fyrsta atriði trúin. But and the first of these is faith. En hvað það sem Páll segir trúna? Jú, hann talar starfið í trúnni, að starfa í trú. And Paul talks about working in faith. Já, verk trúarinnar. Yeah, the works of faith. Gríska orðið, fyrirgefðu Indró, við ætlum að fara svolítið í grískuna hérna aftur, en það verður mjög einfalt allt saman, sko. Gríska orðið fyrir verk erg. Okay. Á grísku. The Greek word that is used here for works is erg. Við þekkjum þetta orðið svolítið frá tækni orðaforða erlendra tungu. And in foreign language, this reappears in technical language. Eins og til dæmis energi. Energy. Og þetta líklegast líka grunnurinn að íslensku orðunum verk og orka. Það kemur hérna fram erg eða ork, líklegast grunnurinn að sama orði. But the Icelandic words for works and power or energy, yeah. Þýðist ekki dvoðalega vel, ég veit það, en þetta svona merkilegt. Við höldum að við séum svo hreini með okkar mál, en í raun tengist við töluvert grískunni og hebreuskunni og allavega grísku og latínu. Yeah, it's interesting how our languages are related to each other. Verk trúarinnar grundvallar atriði, því
við hefðum enga trú, væri það ekki vegna verks Guðs. Yeah, the work of faith is fundamental because we would have nothing if we didn't have this act of faith. Og verk Guðs það til grundvallar. Yeah, the work that Jesus and God performed. Orðið og verkið eða framkvæmdin eru óaðskiljanleg í Jesú Kristi. And in Jesus Christ, this becomes a whole, this work or this act and the concept of faith. Það ekkert að taka það eingöngu sem Jesús sagði. We can't only view what Jesus said. Það eru tengsl við það sem hann gerði líka. Because there's also the importance of what he did. Það ekki hægt að bara líta á Jesús sem frábæran kennara. Jesus wasn't just a fantastic teacher. Við getum ekki aðskilið það sem hann sagði frá því sem hann gerði. We can't separate what he said and what he did. Þess vegna þýðir verk hér eitthvað sem átti sér stað. Here, this concept of work refers to something that actually happened. Verk sem Jesús Kristur framkvæmdi á krossinum. The work or the act that Jesus performed on the cross. Og þetta fólst í því að hann lagði af velli hinn illa, sigraði dauðan og tók á sig mannlega synd. And this act was when he conquered death and assumed the attributes of man, of human. Tók á sig synd mannsins. He took upon him the sinful nature of man. Þetta stórkostlegt og ótrúlegt afrek sem Jesús framkvæmdi þarna. This is of course hugely remarkable. Og það væri engin trú eða væri ekki fyrir verk Jesú Krists. And if we didn't have this work, we would have no faith. Og þannig segir Páll að sé einnig háttað með starf okkar í trúnni. And according to Paul, this also applies to our work in the faith. Trúin frá upphafi er ákvörðun sem við tökum. Faith in this context is a decision we make. Við kynnumst Jesú Kristi með því að lesa hann í orði hans, til dæmis í Guðspjöllunum. Yeah, we become acquainted with the persona which is Jesus Christ through reading scripture. Eða við lesum þessi fyrirheit hann og eftirvæntinguna eftir Jesú í Gamla testamentinu. Or we read the messianic prophecies or the anticipation for his coming in the Old Testament. Og með því að kynnast honum betur þá fáum við virðingu fyrir honum, við fáum ást á honum. And when we become acquainted with Jesus, then we grow to love him. Og svo ákváðum við að fylgja honum og persónulega taka við honum. And then we decide to follow his teachings and to accept him in our lives. Taka við loforðum hans og fyrirheitum, taka þau bókstaflega. Yes, accept his promises and take them literally. Og við ákváðum að binda allt okkar við hann, að treysta honum af fullu fyrir lífi okkar. And we decide to put all our trust, rest all our trust in him. Þetta notar þetta orð, samband þessa verka og orða Jesú Krist koma fram á afgerandi hátt í Filippíbréfinu. And in Philippians, this is illustrated nicely. Þar stórkostlegan sálm að finna, eins og þið vitið, í öðrum kafla. Second chapter. Sem lýsir því hvernig Kristur dó fyrir okkur. Where it's described how Jesus died for us. Þó að hann sé jafn Guði, þá lítillækkaði hann sig, kom til krossins og hann dó á krossinum. Even though he is equal to God or godly, then he degraded himself
so that he could relate to us. Og en eftir það að hann hafi dáið á krossinu þá kemur Guð og hefur hann upp til hæða. But after he has performed this work, died on the cross, God reclaims him and raises him up to heaven. Þannig að nafn hans aðra öllum öðrum nöfnum. So that his name becomes higher than any other name. Þannig að fyrir nafni hans skildi sérhvert kné beygja sig. So that each knee should bow before him. En strax eftir þennan undurfagra sál í öðru kafla Filippíbréfsins, But directly after this psalm that we have in second chapter of Philippians, þá segir Páll, then Paul says, mín elskuðu sem ætíð hafi verið hlýðin, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, vinnið að sáluhjálpiðar með ugg og ótta. continue to work out your salvation with fear and trembling. Þið hafið frelsast fyrir stórkostlegt verk Krists. You have been saved through this magnificent work of Christ. Ná takið þið þetta og haldið þetta og gerið þetta að ykkar lífi. Now continue to grasp this and make it a part of your lives. Látið allt ykkar að ráð hvíla í þessum sannleika. Let all your efforts lie in this truth. Og svo segir Páll áfram, því að það Guð sem verkar í ykkur bæði að vilja og að framkvæma sér til velþóknunar. And then he continues and says, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Þetta eru þau vers sem koma hérna eftir þennan stórkostlega sálm. These are the sentences, the verses that come after the psalm. Erg eða verkið, sama orðið, vinnið í þessu af heilum hug, segir Páll. Erg, this work on this wholeheartedly. Við erum ekki að bæta neinu við verk Krists. We're not adding to the work of Jesus, En við leifum þessu verki Krists að móta líf okkar. but we let this work transform our lives. Því að Guð að verki í okkur að uppfylla sína ákvörðun. Because God is in us and fulfilling this work that he performed. Svo þetta verk trúarinnar sem við hér tölum. So these are the works of the faith. Svo stendur næst stríðið í kærleika. And then next he says, labor by love. Og þá segir maður, þetta ekki sama orðið að vinna verk og að stríða, það ekki það sama? Nei, þetta gjörólíkt orð sem notaði hér á grískunni. You can maybe suggest that it's the same word, work and labor, but he's going to explain how it's not. Þetta orð stríða eða strita kemur frá allt orð í frummálinu sem merkir raun þunga líkamlega erfiðisvinnu. Yeah, this word labor in the original text is from a totally different root and refers to a toil or yeah. Þetta svona jarðbundið orð þar sem þú verður skítur á höndunum í starfi. It's earthbound, it's blue collar, it's getting your hands dirty. Jesus notar þetta orð. And Jesus uses this word. Í stórkostlegu lofurði sínu til okkar. In his promise to us. Getið ímyndað ykkur hvaða vers það þar sem Jesus notar þetta orð? Can you imagine what verse it is? Komið til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin. Come to me, all you who are weary and burdened. Þetta notað þá sem að burðast með byrðar sem eru of þungar til þess að þið getur valdið þeim. This is referred to people who are laboring under burdens that are too heavy for them. Og svo býður hann okkur að koma og taka á okkur sitt ok. And then he offers us to assume his yoke because it is easy and my burden is light. Ekki athyglisvert að Páll hann tengir þetta orð við kærleikann. It's interesting how Paul makes an association between this concept
and the idea of love. það að elska, það að lyfta þungri byrði? Is it a burden to love? Það sem hann á við? Is that what he means? Kærleikurinn erfiðisvinna, hann raun að segja. Love is a labor, it seems to be saying. Það ákvörðun sem hún tekur ef þú hefur upplifað kærleika Guðs á þér. It is something you assume when and if you have experienced God's love for you. Jesús skýrir þetta mjög vel út í einni dæmisögu sinni. And Jesus explains this well in a parable. Lúkas 10. kafli. 10th chapter of Luke. Ungur lögvitringur kemur til hans munið og hann spyr, Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðla eilífs líf? Og Jesús svarar, hvað stendur í lögmálinu? A young expert in the law comes to Jesus as a teacher. He asked, what must I do to inherit eternal life? And Jesus answers, what's written in the law? Og hvernig lest þú? How do you read it? Og lögvitringurinn, hann með þetta allt saman á hreinu og kemur með rétta svarið. And this expert, this lawyer, he knows the answer and puts it forth. Þú skalt elska drottinn þinn af öllu hjarta, allri sálu þinni og öllum mætti þínum og náunga þinn svo sjálfan þig. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Og Jesús segir rétt hjá þér. Gerðu þetta og þú munt lifa. And love your neighbor as yourself. And Jesus says, you have answered correctly. Do this and you will live. En lögvitringurinn, hann vill nú aðeins halda áfram og segir, ok, hver þá náungi minn? But the expert in the law, he wants a further clarification, so he asks, okay, who is my neighbor? Erfið spurning kannski, hvern á ég að sjá hvern á ég að hafa umhyggju fyrir, hverjum á ég að sýna athygli? Who is this neighbor whom I should be loving? Og þá segir Jesús honum og okkur öllum þessa frábæru dæmisögu mann sem ferðaðist milli Jerúsalem og Jerikó og var fyrir árás ræningja. Then we get this wonderful parable that Jesus delivers about a man who was traveling between Jerusalem and Jericho and is attacked by thieves. Og hann barinn til óbóta og skilinn eftir nakin og hálfdauður við veginn. He is beaten and left naked on the side of the road. Og þá koma þarna prestur og leviti og þeir bara labba framhjá og þeir eru ekki hluti af þessari sögu lengur. And the priest and the Levite, they come and they don't stop and they no longer are part of the story. Þeir mistu af tækifærinu að vera með í þessari sögu. They lost their opportunity En to be part of this svo narrative. það sá þriðji sem kemur framhjá. But we have this third individual that comes along. Og Jesús segir að það samverji en hann sinnti þeim sem þarna var í vegkantinum. So we have the Samaritan that stops and tends to the individual on En the það roadside. stendur í sögunum þetta sérstakt að hann kendi í brjóstum hann, sýndi honum í kærleika áður en hann fór til hans. But very specifically, it's stated that the Samaritan sympathized with the individual and showed him and felt love towards him before he tended to him or went to him. Kendi í brjóstu hann eiginlega sterkasta orðið á grísku kærleika. Yeah, this word in Greek, to sympathize, is the strongest word we have for love. Þetta hérna verið að lýsa tilfinningu sem eiginlega sprettur beint frá hjartanu eða í raun orðrétt frá kviðarholinu. Yeah, and we're talking about an emotion that comes right out of your innermost core. Orðið þetta, við verðum að koma því fram, splekanoð. There we got the Þú word. þarft ekki að þýða. No. Splanknólógía, hafið þið nokkuð heyrt splanknólógíu, þeir sem eru lækna og hjúkrunarfræðingar. What does that translate into? Splachnogology. Splanknólógía, sem latína fyrir rannsókn á innyflum. Þetta orð notað enn þann dag í dag. Yeah, this is the Latin for researching
the innards. Því að við erum að tala hérna tilfinningu sem kemur það innra frá þér Yeah, this is an emotion that comes out of your gut og sem segir hver þú ert and illustrates who you are og talar um það hverja tilfinningar þínir eru. and illustrates what your feelings are, what your Og emotions. hér er samverji sem hefur þessa tilfinningu. And here we have a Samaritan who has these Hann attributes. kendi í brjóstu hinn særða. He sympathized. Hann átti kærleika í brjósti sér sem birtist í verkum. He had a love in himself that materialized in actions. Það var verkleg athöfn, það var praktist, það var persónulegt. It was practical and it was personal. Og þetta knúði samverjan þannig hann fór og hjálpaði hinn særða. And it drove the Samaritan forward so that he assisted Hann this individual. bar olíu og vín í sárin þess tíma skyndihjálp. And at that time, he performed the first aid and applied oil and wine to his wounds. Var þetta ekki áhættusamt? Hvar voru ræningjarnir? And certainly he was taking a risk. Where were the robbers? En svo lyftir hann þessum særðamanni á asna sinn og fór með hann til gistihús eigandans. And he lifts this man onto his donkey and takes him to a hotel, an innkeeper. Og hann segir annastu hann og ég mun koma aftur og skildur að hafa lagt meira út heldur en ég hef lagt fyrir því, þá skal ég borga þér. And he says to the innkeeper, take care of this man and I'll be back, and if I owe you some more, I'll pay that also. Svo fór hann. Then he left. Málið frágengið. Þetta kærleikur í verki. And the matter is sorted. This is love in action. Þessi dæmi segir okkur líka hver staða okkar gagnvart öðrum en okkur sjálfum. This illustrates our relationship to others. Mér langar til að vitna í vígslubiskupinn Kristján Björnsson sem komst að orði þannig að orði nýlega. And our bishop, Kristján Björnsson, he said recently, Það var nú ekki að leggja út frá þessari sögu, en samt segir hann svona, mér finnst kannski að við getum nefnt það hér, það hljóma næstum því illa að Íslendingar hafa tryggt sér skammta af bóluefni og við vitum að fátækari þjóðir eiga þess ekki kost einu svona að komast á pöntunarlista yfir pöntunarlista lyfjafyrirtækjanna. yeah, he said quite recently that it seems odd that the Icelanders have ensured themselves a portions of the vaccination, while other nations, we know about poorer nations that simply do not have the opportunity to be on the waiting list. Hefur áhrif á okkur. Hvernig komum við fram við aðra? Erum við bara að hugsa okkur sjálf? It's important. How is our relationship? What do we think about others? Are we only thinking about ourselves? Síð þriðja orðið vonin. And the third word here that Paul mentions is hope. Það og hann bætir orðinu staðfesta í voninni. And here he adds the word endurance. Þetta eitt af uppáhalds orðum Nýja testamentins. Uppomano eða staðfesta. And this is one of the important words in the New Testament, upomano, endurance. Að halda út. Þetta orð fyrir staðfestu. Páll notar þetta orð oft. To be steadfast, and Paul uses it often. Það snýst ekki að láta mikið á sér bera. Það frekar trúföst þjónusta og áframhald þrátt fyrir erfiðleika og mótlæti. This refers to a steadfastness in service. Og Páll tengir þetta voninni. And
and Paul makes a relation between this concept and the idea of hope. Vonin stendur stöðug, Hope is steadfast, flýr ekki, þolir áfram, en meira en það, vonin líka bjartsýn. hope is an indication of optimism. Vonin heldur út, já, og hún býst við betri framtíð. Hope is the expectancy of a better future. Þannig vonin í Nýja testamentinu ávallt eitthvað sem tilheyrir framtíðinni, So hope is referring to the future. sem bjargföst vissa vegna þess sem Jesús hefur nú þegar komið til leiðar. So it's a steadfast conviction in something that Jesus has already made happen. Svo að vonin gefur tækifæri, vonin gerir allt nýtt. Hope brings opportunities. Hope makes everything new. William Buckley segir, við getum haldið hvað sem út, eins lengi og við eigum von, því að þá göngum við ekki í náttmyrkrinu, heldur við stefnum á sólarupprásina. William Barclay says, we can persevere in anything as long as we have hope, because then we don't walk in darkness, but we put our direction on the rising sun. Það var eins og einn sagði í mynd sem ég sá, kvikmynd, þá sem settust að í nýja heiminum fyrir 200 árum. I recently saw a movie about the people who colonized the New World 200 years ago. Og einn þeirra sagði, við erum öll í þessum nýja heimi. And someone said, we're all in this new world. Ekki af því hann nýr. Not because it's new. Hann eins gamall eins og hvaða heimur sem It's really as old as any other world. Hann einungis nýr af því að það von. We only refer to it as new because this world brings hope. Og svo að lokum fögnuður sem kemur á óvart. And in the end, we have this idea of rejoicing that surprises us, joy. Fjórða orðið sem Páll notar fögnuður sem kemur þrátt fyrir mikla þrengingar. Yeah, this joy that comes regardless of trials. Þetta fólk hafði upplifað gríðarlega ofsóknir en þrátt fyrir það tókuðu við orðinu með miklum fögnuði. These people had been persecuted, but regardless of that, they accepted this word with rejoice. Og þarna kemur gleðin sem síðasta orðið í þessari röð. So joy is the fourth word in this Starfa í trúnni, stríða í kærleika, staðfesta í voninni og að lokum óvæntur fögnuður. Work in faith, labor by love, endure in hope, and Surprised by joy. surprised by joy. Sem heilagur andi gefur. And this is something that's provided by the Holy Spirit. Á þetta við okkur? Does this, can we relate to this? Þetta eitthvað sem á við okkur í þessum faraldri sem við erum að glíma við og horfa fram til? Can this apply to us in this time of the pandemic? Og víða í heiminum þessum fólk að reyna að halda út. In many parts of the world where people are desperately trying to persevere. Að styrkjast í trúnni á því sem Kristur hefur fyrir okkur gert. To be strengthened in the faith in the work that Jesus has done for Að us. hjálpa okkur í því að auðsýna kærleika í garð þeirra sem þjást og líða einmanaleika eða hafa mist ástvin. To labor in this endeavor to show love to those who are filled with despair. Þetta til þess að hjálpa okkur að efla með okkur þá von sem heilagur andi hefur sáð í hjörtu okkar. Will this assist us in being inspired by the hope that the Holy Spirit has given? Og svo eignast þá gleði sem Páll talar og sem allt þetta sem við höfum nefnt tendrar í hjörtum okkar.
and to welcome this joy that all of this provides us with? Eigum við þannig möguleika að þreyja þennan faraldur fram á vor? Do we have this possibility in us to persevere until the spring? Já, það getum við í skjóli hins hæsta sem drottinn okkar. Yes, we can. In view of this God that gives us this. En eins og vígslubiskupinn í Skálholti komst að orði, svolítið að vitna aðeins betur í hann. But like this bishop at Skálholt said, þetta heimsfaraldur og til að vinda ofan af honum þarf að horfa á stærri myndina. This is a worldwide pandemic, and to subdue it, we need to look at the bigger picture. Með stærri hug og hugsun réttlæti og frið fyrir okkur öll. We need a broader view of justice and peace for all of us. Í heimsfaraldri þarf að tala markmið á líkum nótum og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. In a pandemic, we need to talk about our goals in the same way as we talk about the global goals of the United Nations. Markmiðin lúta að ábyrgð mannsins og þau byggja því á kærleika, réttlæti og friði. Yeah, the goals we set us, they refer to the sense of responsibility of people, and therefore are based on love, justice and peace. Og falla sannarlega að æðsta boðorði drottins hinu tvöfalda kærleiksboði. And certainly can be referred to under this greatest of mandates of God, the twofold mandate of love. Þetta svolítið spámannlegt því að Kristján ekki búinn að halda þessa ræðu ennþá. This is a bit prophetic for me to refer to his words because Christian hasn't delivered the sermon yet. Hún kemur fram í útvarpinu á morgun klukkan 11, svo hlustið á hann, góð ræða hjá hann. Listen to it tomorrow at 11 o'clock on the radio. It's a wonderful sermon. Stöndum saman, biðjum fyrir sigri á þessum heimsfaraldri. Let's stand together, let's pray for deliverance. Biðjum fyrir hvert öðru og fyrir þjóðinu og heiminum öllum. Pray for each other and pray for the nation and all the world. Að Guð megi líta náð til þeirra sem þjást og sem líða og eru einmana. That God may be merciful to those who suffer. Hann veiti styrk og visku til þeirra sérstaklega sem fara með ábyrgð. But give strength and wisdom to those who carry responsibilities. Hugsum þessar hugsanir, kæru vinir, og yndislegt að vera með ykkur, og ég bið þess í nafni Jesú Krists. Amen. Amen. Við skulum þá biðja saman Faðir vor og segja: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þinn vilja á jörð svo sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og leið oss ekki í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við finna sálminn sem númer 313, Leið mig Guð.
er komið að því að þakka fyrir þessa stund í dag og ekki síst að þakka ykkur öllum sem að hlusta á okkur gegnum netið. Og við erum 9 sem eru hérna samtals núna og við erum innilega þakklátt fyrir það að geta, og þetta er bara virkileg blessun að geta haldið þessu starfi úti í þessum heimsfaraldri sem við þekkjum orðið svo vel. En nú ætlar hann Erika að flytja okkur blessunar orðin. Meðtæki blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.